Gísli Tryggvason, þú situr í B-nefnd stjórnlagaráðs. Hver eru helstu nýmæli þeirrar nefndar? Já, hvað Alþingi varðar það kannski að við erum að styrkja minnst 3 valdþætti sem Alþingi fer með. Við erum að auka hlut þess í löggjafarverkefninu. Svo erum við að styrkja eftirlitshlutverk þess töluvert og síðan erum við að heila auka möguleika Alþingis á áhrif á myndun ríkisstjórnar. Þannig að Alþingi til dæmis kýs forsætisráðherra. Hvers vegna eru þið að gera þessa breytingar? Já, í þingræðisríki eins og við höldum okkur við að verði hér, þá er alltaf svo hætta fyrir hendi að það veri litið á löggjafarþingi sem ómikinn afgreiðslustað fyrir frumvörp ríkisstjórnar og þó að stjórnarfrumvörp verði væntanlega áfram megin uppspretta löggjafar þá viljum við svona reyna að aðgreina betur þannig að Alþingi hafi ekki bara möguleika heldur góð tækifæri til þess að fara yfir löggjöf á gagnrýninn hátt og síðan er 4. þátturinn eiginlega, það er fjárstjórnarvaldið. Þar erum við að svona takmarka það sem að því miður hefur gerst að fjármálaráðherra eða ríkisstjórn geti á hverjum tíma eiginlega eitt umfram fjárlög og áskilja að fjármálaráðherra fái heimild fyrirfram frá fjárlaganefnd ef að eitthvað ófyrirséð kemur upp. Guðbjörg Eva Baldursdóttir, þú ert nefndarritari B-nefndar. Hvernig hefur nú verið að vinna með þessari nefnd? Já, það hefur bara verið frábært að vinna hérna með B-nefnd og einstakt tækifæri að kynnast svona skemmtilegu og litum karakterum með ólíkar skoðanir vissulega á stjórnskipaninni. En mér finnst allir svona áttar sig á umfangi og hvað mikilvægi verkefnisins og mér finnst það svona einkenna umræður í nefndinni að hvað mikilvægt að vanda vel til verka og ná svona samstöðu og samhljómi um ályktanir. Þið fjallið forseta Íslands og hlutverk hans. Það náttúrulega hafa ekki allir í ráðinu verið sammála hvert hlutverk hans á að vera. Hvernig hefur tekist að vinna að málamiðlun varðandi hlutverk hans? Já, í dag erum við eiginlega alveg á lokametrunum að klára okkar tillögur og greinargerðarsmíð fyrir að hefjast og við erum svona nokkurn veginn að ná utan það að forseti Íslands verður þetta áfram fyrir hendi og hafi þessi megin hlutverk sem hann hefur haft, þar að segja, hann hafi einhvern synjunar rétt eða málskottsrétt gagnvart lögum sem Alþingi hefur samþykkt, þó að bæði þriðjungur þingmanna og tiltekinn hluti kjósenda geti krafist þess sama og svo hefur hann formlega aðkomið að stjórnarmyndun en kannski aðeins minna, verkstjórnar hlutverk þar. Getur þú tekið undir þetta, Guðbjörg Eva, hefur þeim tekist þrátt fyrir kannski ágreining á köflum að ná góðri málamiðlun? Já, ég held að það sé alveg að þau séu alveg landa því verkefni og kannski tekið það fram að það er mjög eðlilegt að menn kannski finni ekki strax samhljóm embætti forseta Íslands. Þetta er eitt stærsta ágreiningsefni í stjórnskipaninni, hlutverk forsetans og mjög eðlilegt að það séu skipta skoðanir til að byrja með og menn finni síðan að lokum málamiðlanir sem eru heilbrigðar og skynsamlegar í þeim efnum. Hversu mikil vinna er þetta búið að vera hingað til? Þið byrjuðuð að starfa 7. apríl og nú er komin 8. júlí. Er þetta mikil vinna á hverjum degi? Getið þið lýst því aðeins fyrir okkur? Já, eftir páska í lok apríl þá var þetta nú svona nokkuð samfelld vinna. Þannig að maí og júní hafa verið nokkuð stífir vinnumánuðir og nú erum við komin fram í júlí og þrátt fyrir gott veður þá er bara nóg að gera ennþá hjá okkur í valdþáttanefndinni og nóg framundan að semja greinargerð. Þannig að þetta hefur verið, eiginlega bara frá morgni til kvölds og margir hafa þurft og viljað þetta vinna líka á kvöldinu helgar. Þannig að þetta hefur ekki verið neinn létt inni vinna. Þeir eru líka með kafla sveitarstjórnarmál og þar er að verða talsvert miklar breytingar. Gísli, getur þú sagt okkur aðeins frá þeim? Já, það er nú í fyrsta skipti svona kveðið eitthvað efnislega á sveitarfélög í stjórnarskránni, vegna þess að núverandi ákvæðum sveitarfélög þar er eiginlega bara það að þau skuli njóta sjálfstæðis sín mál eftir því sem lög ákveða. En nú erum við að segja hans meira efnislega, þar að segja svokölluð nálægðarregla,
að þjónusta sem á betri heimi héraði henni sé sinnt þar og síðan ákvæði samráðskyldu að stjórnvöld skuli til dæmis við undirbúning löggjafar hafa samráð við sveitarstjórnir og annað ákvæði líka íbúalýðræði en það nú kannski ekki eins mikil breyting en þess að slíkur réttur fyrir hendi í lögum sveitarstjórnir. Þú lýstir að þetta var vinna sem var jafnt og þétt til að byrja með en nú eru kannski meiri vinna framundan ef að það eru greinagerða vinna framundan. Hvernig þetta ekki gríðarlega mikið umfang? Við höfum nokkra vikur þangað til að frumvarpinu verður skilað. Jú, en nú bara mjög mikilvægt að allir rói í sömu átt og þá skilum við verkefninu með sæmd en það nú ekki dauði punktur í stjórnlagaráði og hefur eiginlega ekki verið frá byrjun. Það svo sem allir að koma þessu verkefni í fyrsta skipti ráðsfulltrúarnir og starfsfólki líka. Þannig að menn hafa verið að móta störfin svona í og með og það hefur verið funda bara nánast á hverjum einasta degi frá því þetta byrjaði allan daginn. Þannig að það eins og ég segi, það hefur verið unnið svona hratt og örugglega og ég meina 4 mánuðir eru ekki langur tími til þess að skrifa stjórnarskrá en menn eru alveg einarlega hugustendur til að klára verkefni með sæmd og mér sýnist bara stefni í það. Núna erum við komin í þennan greinagerða fasa og svona erum komin alveg á veg með það og erum alltaf búin að viða að ykkur talsvert mikla efni þannig að við erum búin að safna í sarpinn mjög mikið fyrir greinagerðaskrifin. En það núna álagspunktur og maður sér ekkert rosalega mikið að sólinni þess að dagana. En þetta auðvitað frábært verkefni og mjög mikilvægt. Þannig ég held að sjá engin eftir mínútu í það sko. Svona lokum markmið, svona, ef við tölum svona stærri markmið þessa frumvarps, getur þú lýst þeim, Gísli, fyrir okkur í nokkrum orðum? Já, það nú eiginlega að takast það sem ég lagði mest áherslu á í minni kosningabaráttu í október-nóvember fyrir stjórnlagaþingskosningar. Það að segja að valddreifing sé meiri, valdajafnvægi og aðhald. Ég setti til dæmis stjórnskipunardómstól á oddinn og lagði til að Hæstiréttur fengi auki hlutverk í þeim efnum og það inn í áfangaskjálinu. Svo lagði ég áherslu á aukin rétt héraðanna og það að takast eins og við lýstum áðan. Og svo eitt atriði sem ég á eftir að berjast betur fyrir, það að segja að það sé jafnræði í samráði við ólíka hagsmuni. Þannig að það sé ekki bara hinni sterku sem talaði við eða aðalega hinni sterku sem talaði við. Þannig að ég held að þetta sé að takast hvað mig varðar og það hafa mjög margir lagt áherslu á aukna valddreifingu, meira beint lýðræði, persónukjör, þetta allt inni. Þannig að ég held að mjög margir séu ánægðir og ég vil taka undir með það hefur verið frábært að vinna bæði með duglegu og skemmtilegu starfsfólki og fjölbreyttum hópi skoðanaríkra einstaklinga sem auðveldar okkur að fá fram sem flest sjónarmið og ná sem bestir niðurstöðu því að flestir náttúrulega eru vanir því að takast á málefnalega og svona kurteislega. Það hefur verið frábært. Já, ég upplýða strax að það voru nokkri þættir sem munum fast mjög mikilvægur. Það var svona aukið lýðræði, valddreifing og styrkjastöðu Alþingis og svona helst kannski þessa eftirlitsþætti og þetta kemur það kannski í kjölfar hrunsins og það er svo gaman að segja frá því að mér finnst fólk þó að hugmyndirnir séu oft stórbrotnar þá er yfirleitt alltaf fundin svona raunsær og stjórnskipulega tækur flötur á málum og menn hlusta alveg á svona hinna utakomandi aðila og hafa fengið sérfræðinga til þess að kommenta á eða gera athugasemdir við einstaka atriði þannig að mér finnst ég upplifi þetta sem mjög góða vinnu og ég bara fullir það að þessi stjórnarskrá talsvert betri heldur en svo gamla. Það alltaf mitt mat. Já, nýja stjórnarskráin verður betri en svo gamla. Já.